vettvangaskjalið forseta Íslands og ég ætla að biðja formann nefndar B að taka saman umræðuna hér í lokin. Katrín Fjarstæk, gjörðu svo vel. Takk fyrir formaður. Þetta voru góðar og þarfar ábendingar og umræður. Við ætlum að grípa niður í örfá atriði. Katrín Oddsdóttir nefndi þarna skilgreining á kjörgengi. Vilhjálmur Þorsteinsson svaraði því nú reyndar og ábending saksókn og afturvirk lög. Þetta allt saman gagnlegar ábendingar sem við munum fjalla í nefndinni. Lækkun á starfskjörum forseta því reyndar verið svara líka og til samræmis við dómara. Ég held að það sé viturlegt og hvet sé nefndina til að taka það þá við myndum ræða það einhvern veginn taka sameiginlega ákvörðun í því efni. Valkostur að þjóðin geti líka í 9. grein átt aðkomu að því að leysa forseta frá embætti. Þessi valkostur eins og ég nefndi þarna með þann fyrri var til þess að reyna að komast hjá því að þjóðin þyrfti að fjalla til dæmis veikindi forseta ef svo bæri undir. Það sem að blasti við hverju mannsbarni að það yrði að losa forsetan undan embætti sínu. Þorvaldur talaði skipun dómara, aðkomu að stjórnarmyndun og að þjóðin sem kaus forseta geti ein vikið honum frá. Það kemur aftur inn á þetta sem ég nefndi þarna að undir vissum kringumstæðum getur það verið mjög eiginlega pínlegt og ómögulegt að gera nokkrum manni það. Vilhjálmur svaraði þarna vissum spurningum. Andrés var að spyrja skilgreining á höfuðborg. Það segir reyndar í okkar tillögum að aðsetur Alþingis sé í Reykjavík, það komi saman í Reykjavík. Þannig ég held að það svari nú áhyggjum Andrésar hvað þetta varðar og ég minni á að aðsetur forseta Íslands á Bessastöðum sem nú í öðru sveitarfélagi en ekki Reykjavík. Erlingur minnist á kjörtímabil, það getur verið 5 ár eða 6 ár. Þetta að sjálfsögðu eitthvað sem rétt að ræða inn í nefndinni áfram. Þorkell spyr hvort ekki eigi bara að leggja niður hlutverk forsetans, það sé orðið svo rýrt. Ég vil að lýsa mig algjörlega ósammála því. Sameiningartákn þjóðarinnar mikið og verðugt hlutverk. Íslendingar hafa að jafnaði litið upp til forseta síns og með því að vera sameiningartákn þjóðarinnar og standa vörð gildi hennar og menningararfinn og sem ópólitískt sameiningartákn, þá held ég að það sé, eins og ég sagði áðan, mikið og verðugt hlutverk. Og svo þakka ég fyrir þessa umfjöllun.